Eftir þessi stórræði sígur að á höfgi mikill eða svo segir. Vínlandssetrið í Búðardal opnaði núna í sumar með stórkostlega sýningu hérna uppi. Bjarni hefur ætlað að segja okkur aðeins frá starfseminni sem almennt í húsinu, en við ætlum að kíkja á sýninguna. Rödd af himnum. Vaki þú Þorvaldur og allt föruneytið þitt ef þú vilt lífið þitt hafa, segir kallið. Far þú á skip þitt og allir þínir menn og farið frá landi sem skjótast. En þeir eru rétt komnir borð þegar drífur að þeim fjölda innfætra í sínum húðkeipum. Þorvaldur mælti þá. Vér skulum færa út á borð vígfleka og verjast sem mest en vega lítt í mót. Þeir innfættu láta síðan rigna yfir þá örvadrífu góða stund en flýja síðan burt sem ákafast hver sem mátti. Jæja, við erum komin í Vínlandssetrið hérna í Búðardal. Til hamingju með opnunina, hvaða starfsemi hérna í gangi? Hér sögusýning á efri hæðinni sem að segja frá landafundum norrænna manna í Grænlandi og Ameríku. En svo hérna niðri erum við með veitingar. Það ljómandi kaffi hérna. Já, gott kaffi, alvöru kaffi, eitthvað svona sætabrauð og svoleiðis sem við bökum sjálf. Súpur eru við alltaf með á hverjum degi og síðan erum við í samstarfi við mjólkursamsöluna og erum með osta og bjóðum upp á osta og vín fyrir hópa til dæmis og svoleiðis. Þannig að þetta svona einfaldar veitingar en alls konar. Það svo gaman, þessir fáu Ameríkanar sem hafa komið hérna, þeir eru svo gjörsamlega slegnir út af laginu yfir því að þekki ekki þennan hluta sögu Ameríku. Þeir koma bara og segja, af hverju vissi ég ekki þennan Leif? Og ég segi bara, farið bara heim og spurðu þar. Spurðu sögukennara þinn? Já, nákvæmlega. Þetta vita einhverjir af þessari sögu, og sem sagt dagur Leifs Eiríkssonar haldinn í Ameríku, en þetta hann samt pínu lítill miðað við til dæmis Kólumbus, En það er mjög skemmtilegt að fá viðbrögð þessa fólks. Og þeir eru ekkert að viðfengja þetta, þú veist? Nei, alls ekki, vegna þess að í raun og veru í sýningunni er sagt frá fornleifauppgröftum sem voru gerðir í Kanada sem að í raun og veru staðfesta að norrænir menn voru þarna í kringum árið 1000. Þannig að það er í raun og veru ekkert að viðfengja að við vorum þarna. Hvort að maðurinn hét Leifur eða eitthvað annað stendur náttúrulega hvergi í fornleifum, en það eru óyggjandi sannanir. Það er til dæmis bara járngerð í Ameríku. Hana þekktu enginn nema Evrópumenn. Þannig að Inúítar og indjánar á þessum tíma kunna ekki búa til járn. Þannig að það koma einhverjar geimverur, það koma einhverjir sem voru ekki hluti af samfélaginu þar. Ég fékk til dæmis alveg bráðskemmtilega Norðmenn í sumar sem að þá áttu við heilmiklar umræður það hvort að Leifur væri nú Norðmaður eða Íslendingur eða hvað. Já, verið að rífast það. Svolítið svona, þetta er enda mjög algeng umræða ef maður hittir Norðmenn og fyrir að ræða Leif. Það er þessi spurning. Þeir upplifa hann alltaf sem Norðmann, en auðvitað er hann fæddur í Haukadalnum, þannig að og mamma svar þaðan. Það má líka velta fyrir sér út frá sögunni hvort að mennirnir sem að bjuggu á Grænlandi skilgreindu sig sem Grænlendinga. Af því að í sögunum er sagt frá, það fóru þess og þessi og svo 2 Íslendingar. Þannig að þeir upplifðu sig ekki sem Íslendinga allavega. Minnst að miðað eins og sagan er sögð, en hún er auðvitað sögð ekki af þeim sjálfum heldur. Það er engin leið að vita hvernig fólk skilgrandi sig sjálft. Áttu þér eitthvað uppáhalds tímabil eða uppáhalds persónu í þessari sögu? Ég held nú alltaf svolítið upp á Eirík. Hann er náttúrulega svona skemmtilega miskilinn maður, eða þannig. Það er alltaf sagt frá hann sem hálfgerður illmenni og miklu skapvargi. En ég hef oft velti fyrir mér hvort að þetta sé ekki bara miskilningur, hvort hann hafi ekki bara verið með svona opaslega óvaxna réttlætiskennd. Þannig að þegar að hann
drepur fyrsta mannin sem Eyjólfur Saur á Saursstöðum, hvort að hann sé ekki hreinlega bara að hefna fyrir þrælana sem að Eyjólfur drap. Auðvitað tíðkaðist ekki að hefna fyrir þræla, skilurðu, þannig að það er auðvitað litið á þetta bara sem dráp. Hann var ekki fóstbróðir þrælana. Já, það mátti drepa ef það var fóstbróðir eða eitthvað. Já, á þessum tíma sko. En hann sem sagt gengur þetta langt sko. Af því að honum finnst bara sem sagt þetta hafi verið ósanngjarnt, eða ég minnst að lesa söguna þannig. Og svo þegar hann sem sagt drepur þess að 2 frjálsborna menn sem hann var síðan dæmdur fyrir að drepa, 2 unga menn á Skógarströndinni, að þá er hann í raun og veru að heimta eigur sínar sem að fær ekki. Skilur, þannig að það getur vel verið að sko réttlætiskenndin hafi líka einhvern veginn náð yfir höndinni, en örugglega hefur hann samt verið með svona einhvers konar reiðistjórnunar vandamál því að hann, þú veist, bregst aldrei harkalega við. En ég held svolítið upp á hann. Það verið svona hafa verið svona reiðistjórnunar vandamál víða á þessum tíma. Já, akkurat. Já, fleirum en honum. Já, nákvæmlega. Og svo í raun og veru margar skemmtilegar persónur í þessar sögum. Sko Freydís Eiríksdóttir, systir hans, er náttúrulega teiknuð upp sem ótrúlegt kvendi, sko. Þessari konu er ekki fisjað saman. Við erum búin að lesa á milli línanna áður í sögunni að hún komst til Grænlands við illan leik. Leifur heppni bjargar henni og manni hennar Þóri úr skeri eftir að þau höfðu strandað við strendur Grænlands. Þórir þessi deyr í Brattahlíð hjá Eiríki rauða eftir köst af strandinu.